fallegu sálir, ég nýjana. Ég komin til að hlaða niður ljóskóðum. Takk fyrir þennan fallega hring. Takk fyrir að taka á móti ljóskóðum. Uttaka, atteri, ekkuru, uttara, akkete, ette, ukkara, atte, ettu, utte, akkara, atte, ukkara, atte, ukkara, atte, ukkara, atte, ukkara, tatte, ere, ukkara, atte, ere, ukkara, atte, ere, ukkara, atte, nahite, tere, utte, te, atte, hutte, atte, ane, ite, ere, utte, ane, ere, ete, kate, ere, tete, ena, ni, atu, ure, tete, ene, era, ki, tate, ere, une, era, kutta, ate, ene, ure, ena, ua, ate, ane, ate, atu, ure, tere, una, are, ate, ine, ere, atu, ute, te. Are, tutte, ere, uta, tatere, ene, are, ekuru, ure, tete, ene, ere, ate. Aru, tu, utene. Ituru, une, ete, ere. Atru, ane, iatare, ina, mene, ite, are. Ég þakka fyrir kæru ljósverur, kæru fallega sálir. Takk fyrir. Góða kvöldið. Ég er Jesúa. Ég vil koma hér í kvöld að tala þjáninguna. Þjáninguna inn í hjörtu mannsins. Þjáningin innra með manninum er vegavísir að hjartanu. Þjáningin á sér marga birtingarmyndir. Og hver á einn
þarf að horfa inn á við eða upplifa, með öðrum orðum, sína þjáningu. Til að uppgöta kærleikann inn í hjarta sínu. Þjáningin er eins og vegurinn eða vegvísir. Ef maður hlustar á raddirnar á bak við þjáninguna, og skilaboðin sem koma í gegnum þessar raddir eða í gegnum þjáninguna til að rata inn í kærleikann, inn í ljósið sitt. Þetta er mannsins vegur. Þetta er mannsins lærdómur. Þetta er mannsins vegferð. Að finna leiðina inn í ljósið sitt, inn í kærleikann sinn. Ég, Jesúa, er myndlíking þjáningarinnar. Ég er myndlíking kærleikans. Og ég mun birtast inn í hjörtu hvers manns. Til að stækka eða styrkja ljósið innra með manninum. En vegferð þjáningunar er frjáls. Og hver og einn þarf að finna veginn sinn. Þetta er mikilvæg vegferð þar sem maðurinn þarf að upplifa andstæður þessa tilfinninga, að elska og vera elskaður og að þjást í sársaukanum. Í gegnum þennan lærdóm læri maðurinn að elska sjálfan sig. Læri maðurinn að elska og virða lífið. Og hversu mikilvægt og verðmætt lífið er. Þjáningin er öflugur kennari. Og ef að rétt er farið og rétt er gengið með sterku innsæi gagnvart skilaboðum þjáningarinnar, þá kemst maðurinn heim
í sig ljósið sitt. Ég, Jesúa, mun hjálpa manninum í vegferð þjáningarinnar að finna leiðin inn í ljósið, að maðurinn finni traust og geti treyst Krist inn í sér. Þetta er eins og mein mannkynsins. Vantraust gagnvart Kristi inn í sjálfum sér. En kæra mannkyn, nú er tíminn ykkar að opna ljósið og kærleikann inn á við. Takk fyrir. Ramses er hér. Hann byrjar í því að sýna hermenn hópar hermanna í fylkingum, segir hann. Og sýnir hvernig þeir marsera niður göturnar. Hann vil sýna hermennina að það eru margir hermann og hópar, segir hann. Og hann vil sýna þetta svona symbolíst, eins og þar sem eru leiðtogar á bakvið þessa hermannahópa, en hann sýnir hvernig hermennirnir ganga ekki í hóparnir sem ganga ekki í takt, segir hann, heldur að ganga þversum á, eiginlega á hvort annan. Það er að segja, það sýnir hvernig þeir marsera í öfuga áttir við hvort annan eða þversum í gegnum hvort annan. Og svona eru þetta nokkri hópar og hópar eru að tvístrast. Og hann sýnir í raun að vera í gegnum þessa marseringar er þetta orkan á bakvið átökin sem er að fara fram í heiminum. Það sem stigi er, hann vil segja þvers og kruss.
og aðferðin notaðar til að sundra. En það er mikill kraftur, segir hann, í þessari orku. Það sem eru margir stórir, hver hópur er mjög stór og er krafturinn mjög mikill þegar stigið það fram og marsera, segir hann, áfram í þar sem leiðtogar þeirra boða ákveðna stefnu, hernaðarstefnu, segir hann, gegn öðrum hópum og til sundrungar. Og hann vill sýna hvernig, hann vill tala núna eins og árekstur eftir árekstur í mörgum myndum. Það er ekki bara verið að nota vopn, það er að nota margar aðferðir, segir hann. En nú bendir hann inn í framtíðina og segir þessi sundrung er mikilvæg. Og sýnir hvernig framtíðin verður með nýrri mynd. Hann sýnir svona symbolíst eins og það verði á jörðinni sátt og hann vil nota orðið stefnu. Eftir allar þessar sundrungar þá verður ákveðin stefna sem allir verða sammála um. Og það er eins og leiðtogar setjist. Leiðtogar setjist, segir hún. Og kemur nú gríðarlega stór falleg sviðsmynd af því. Hvernig sáttur og friður verður orðið svona sameiginleg. Það er nánast eins og þessi eins sviðsmynd, segir hún. Það sem er, og sýnir hann svona myndir af faraóum sem höfðu visku, að því að hann vil sýna núna það verður viska inn í samfélagin. Og þeir leiðbeina
með leiðbenna og boða friðarstefnu saman. Með innri visku. Sýnir hann eins og sé opnuð stór bók. Það sem eins konar viska. Ný viska að koma inn á jörðina. Ný orka sem kemst ekki fyrir að þessi sundrung hefur farið fram. Og hann vil segja að þetta eru mikilvæg tíma núna. Hann vil bara segja að þetta fer allt vel. Og sýnir hann friðartákn. Eins og fugla, það sem tákn frið. Og breið út vangi sína. Takk fyrir sér.